þegar þar var mesti eldsvoði sem orðið hefur í fjölbýlishúsi á Íslandi. Rösklega 100 slökkviliðsmenn á Suðurnesjum og af Keflavíkurflugvelli börðust við eldinn við mjög erfiðar aðstæður allt framundir morgun. Eignatjón er gríðarlegt og framundan er óvissa hjá íbúum þessa elsta og stærsta fjölbýlishús Suðurnesja. Páll Ketilsson og Sigmundur Ernir voru á vettvangi í nótt ásamt kvikmyndatökumönnunum Hilmari Braga og Þór Freysinni. Tilkynningum eldsvoða í fjölbýlishúsinu við Sólvallagötu og Faxabraut í Keflavík barst 5 mínútur yfir 11 í gærkvöldi. Í fyrstu virtist ekki mikinn eld að ræða, enda lagði aðeins lítinn reyk upp úr þaki hússins í suðurenda þess. Veðrið á þessari stundu var slæmt, suðvestan rok og ausandi rigning. Lögreglan í Keflavík kom fljótt á vettvang og það var strax að ráði að rýma allt húsið, alls 31 íbúð á 4 hæðum. Íbúðarnir voru margir lagstir til hvílu en allt fólkið var fært inn í langferðabíl sem ók því á dvalarstaði víða í bænum. Enn er óvíst hversu margir voru nákvæmlega í húsinu þegar eldurinn kom upp en þeir hafa vart verið undir 110 og þykir ganga kraftaverki næst hversu greiðlega gekk að koma því út úr íbúðum sínum. Fólkinu var mjög brugðið, margir táruðust en blessunarlega hlauta engin meiðsl. Þó var farið með litla stúlku á sjúkrahús vegna grunns reykeitrun. Þegar liðið var vel á 12. tíman og lögregla búin að rýma allt húsið stóð suðurendi hússins í björtu báli, enda varð eldsprenging í risinu í þann mund sem gat kom á þakið og vindurinn átti greiðari leið að eldinum. Eldtungur og mikill reykur teygðu anga sinni yfir nærliggjandi hús við Brekkubraut og Sólvallagötu, sem einnig þótti ástæða til að rýma þegar hér var komið sögu. Á þessari stundu var mönnum ljóst mikilvægi þeirrar ákvörðunar að hafa rýmt húsið strax í byrjun. Nú liðin það bil klukkustund frá því að eldsins var fyrst vart hér í stóru blokkinni og þrátt fyrir allt tiltækt lið á svæðinu gengur mjög illa að ráða við eldinn. Gengur ekkert að ráða við þetta, veistu það? Jú, það verðist vera búið að ná tökum á það einhverju leyti. Upp úr miðnætti virtist sem eldurinn ætlaði að æða allt hús. Vesturendi þess var í hættu og allt kapp var lagt á að verja hann. Til þess voru fengnir kraftmestu slökkviliðsbílar á Íslandi í eigu varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Þeir virtust þó í byrjun fá litlu við ráðið, enda veðrið afleitt á þessari stundu, úrhellisrigning og hávaðarók. Við þessar aðstæður var afskaplega erfitt að ná til eldsins sem kraumaði í 12 til 15 metra hæð frá jörðu. Þar sem eldurinn er efst í húsinu gengur mjög illa að ráða niðurlögum hans, þrátt fyrir öflugustu tæki sem völur á frá slökkviliði á Keflavíkurflugvelli. Það var engu til spara við þessa eldraun. Dælurnar ruddu út úr sér léttvætni í tuga þúsunda lítra vís sem eitt sér kostaði 500.000. Núna 3 klukkustundum eftir að þið hófuð slökkvistarf, hvernig er staðan? Staðan er þannig að við erum búin að ná tökum á þessu og erum að vinna okkur inn á loftið. Þetta eru geymslur og þetta er svona handavinna. Við erum að fara inn í hverja geymslu og það er blóð í þessu víða. Áttu vonaði að sé mikið eftir í rauninni, verði lengi að því viðbútt? Já, við verðum sjálfsagt hér alveg fram á morgun, fram undir hádegi, en það er sem sagt allur eldur sem við getum talað er búið. Þetta er svona handavinna. Vitið eitthvað eldsupptök? Nei, það er ekkert farið að rannsaka það. Hvernig hefur slökkvistarfið gengið? Slökkvistarfið hefur gengið svona þokkalega þegar við komum á staðinn, rétt rúmlega 11 og þá var húsið, það að segja, suður álman á því, var alelda. Og bara 2-3 mínútum eftir að koma á staðinn, virtist koma sprenging og þá gaus eldurinn út. Þú varst eina af þeim sem þurftu að banka upp hjá fólkinu og beða að rýma húsið. Hver voru viðbrögð fólksins? Það voru misjafn, sumir vildi ekki trúa þessu og bara hreinlega neita að koma út. Það var svona beita fortölum til að fá það út. Tók fólk eitthvað með sér? Nei. Loksins þegar fólk áttaði sig á því hvað var að gerast þá bara fór það sumir og sokkalistunum. Voru þau hrædd? Já, sérstaklega eldra fólki. Það yngra fólki sá svona meira sem sig sjálft. Hluti íbúanna í blokkinni var sendur hingað á Hótel Kristinu og hjá mér er Áslaug Húnbóðadóttir. Áslaug, hver voru viðbrögð fólksins þegar þú komið hingað? Þeim var brugðið en voru rólegir. Talar eitthvað við þá? Nei, ósköp lítið.
Þeir vildi fara bara beint upp á herbergi. Og gafstu með eitthvað hressingu? Nei, ég athugaði það ekki. Miður. Var þið brugðið sjálfur? Já, það kom óvænt. Meðal íbúa sem þurftu að yfirgefa heimili sitt í nótt var Helgi Valdimarsson. Veistu hvernig er ástatt í íbúðinni þinni? Nei, Þannig að þú veist ekki hvort þú munt eiga heima þarna áfram eða ekki? ég ekki það. Svona eftir á, var þetta ekki slæm tilfinning? Jú, ég átti vona þessum sköpum. Stjórnstöð almannavarna var með aðsetur í Holtaskóla í nótt og liðsinti íbúum fjölbýlishússins og ættingjum þeirra. Þegar við heimsóttum stjórnstöðina á 3. tímanum í nótt var jafnvel kvikmyndatökuvél okkar farin að gefa sig vegna vatnselgsins úti fyrir. Í svona ástandi þá skapast paník og allir leita að öllum. Þannig að fólk hefur leitað hingað og geta fengið upplýsingar hvað ættingjar eða ástvinir eru niður komnir. Og hvernig gekk þetta svona fyrir sig? Þetta gekk mjög vel. Eftir að við opnum þessa stöð hérna fljótlega eftir 11, þá streymdi hér að fólk sem bauð aðstoð sína, óumbeðið, fatnað, húsnæði og margt fleira. Hótelin öll bauð okkur aðstoð að hýsa fólk og þetta gekk allt upp hjá okkur og við erum mjög þakkláttir öllum þeim sem voru tilbúin að veita okkur aðstoð og veitt okkur aðstoð. Allt frá því síðasti bíll Brunavarna Suðurnesja fór frá húsinu í morgun var haldið uppi stöðugri vakt við húsið. Aðkoman í morgunsárið var ömurleg. Við erum staddið hér við 4. hæðina og við ætlum að líta upp á þak í fylgd með rannsóknarlögreglu ríkisins. En er með öllu óljóst hver var kveikjan af þessum mesta eldsvoða sem orðið hefur í íslensku fjölbýlishúsi. Þó er víst að upptökin voru í risi hússins að sunnanverðu en þar eru geymslur, þvottahús og þurrkherbergi. Og eins og sjá má er eyðileggingin hér upp á þaki gríðarleg og hér má meðal annars sjá rafmagnstöfluna og það er lítið eftir af henni. Við vorum rétt að koma og sjáum þetta bara svona eins og þið og áhorfendur. Þetta virðist vera allt niður brunnið og við eigum eftir að skoða þetta í dag. Verður ekki erfitt að komast að þessu? Það er trúlegt. Við getum ekkert það sagt. Við fáum aðstoð fleiri sérfræðinga og verðum hér í dag. Fjölbýlishúsið við Faxabraut og Sólvallagötu í Keflavík var reist árið 1955 og hefur lengst að verið kallað Stóra blokkin í bænum. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem eldur kemur upp í þessu húsi. Síðast kviknaði töluverður eldur í vesturenda hússins árið 1976. Góðan daginn. Hvað séu fenguð þið að fara inn í íbúð? Já, við fengum að ná í það nauðsynlegasta sem við þurfum. Hvernig er málum háttað hjá fólkinu? Já, fólkið er nú mikið hjá vinum og vandamönnum núna. Sem betur fyrr, það var nú grunnt á samstöðinni í svona tilfellum og þá gerist það að svona til skemmri tíma þá leysist málinn þannig en þegar það kemur ljós hvað þarna hefur skemmst og hvað þetta tekur langan tíma að þá verður auðvitað að finna aðra lausnir fyrir það fólk sem þarf að bíða lengst eftir því að komast inn. Úr skrifstofu bæjarstjórans í Keflavík gnæfir Stóra blokkin í bænum þegar litið er til suðurs. Hjá Ellerti Eiríkssyni og hans mönnum þagnaði síminn ekki í morgun, aðeins eitt verkefni komst að leysa úr bráðum vanda fjölda bæjarbúa. Það munu allir örugglega fá húsaskjólu. Það er hægt að geta þessar tryggingar. Þessa hús eru með þeim hætti að húseigendafélagið hefur tryggt svo kallað húseigendatryggingu. Þannig að tryggingafélagið það mun sjá öllum fyrir húsnæði í alltaf 6 mánuði sem að verða húsnæðislausir á þessu tímabili. Við munum að sjálfsögðu aðstofa þetta alla enda og kanta og gera allt sem hægt er til þess að menn verði fyrir sem minnstu hneski en það er náttúrulega gífurlegt tjón í mörgum íbúðum þarna.